Já, stelpur, enn eitt lögurinn. Enn einn. Enn eitt. Þið tíundi eða ekki? Níundi. Níundi og sjötti minn. Já, það er alveg bara þvílík byrði af reynslu hér. Já. Já, já. Hvað segir það annars? Bara stöðun í dag, aðstæður og bara hvernig líst ykkur á þetta? Ég er bara spennt að testa þennan snjó. Já. Það er alltaf búið að vera mikil umræð hann. Já. Mögulega held ég hann bara hjálpa okkur. Hvað er langur kafli í snjó? Ég er bara búin að heyra hans í mjög langur. Já, já. En þá losnið þið náttúrulega við sko að prílón í gílinn og það. Mér finnst þau erfið, þannig að ég er alveg til í að losna við svolítið af því. Já. Hvað eru það að horfa á í tíma? Sko ég verði til í að vera eitthvað staðar nálægt 5. Já. Efst undir en hérna eitthvað staðar allavega í námunda 5. Já, en þú Ragnheiður? Ég verði til í að vera eitthvað nálægt 6. Ok. Og hvernig er undirbúningur búinn að vera? Líður ykkur þannig að þið getið náð þessu? Já, við erum bara sprækar, það ekki? Minn undirbúningur er eiginlega þannig að ég er bara ótrúlega hissa. Ég haldi að ég sé að fara að hlaupa þetta eitthvað nálægt 6. En hausinn er eitthvað þar. Já. Þannig að við sjáum bara hvað gerist. Það er mikið að flottum kvenhlaupurum, þar með þið meðtaldar, sem eru að fara að keppa. Hvernig líst ykkur á samkeppnina? Bara mjög vel. Það verður náttúrulega tófi mætt, þannig að það verður allavega sterkt hlaup í henni vantanlega og svo eru mjög margar góðar íslenskar sem við getum fengið að... Já, þannig að þetta verður hörku keppni þarna. Já. Ég held að sko, þó að það vanti náttúrulega eins og Andri og Elísu, að þetta sé rosalega sterkur stelpuhópur þannig, þú veist, sem verður vel undir 6 tímum, alveg fullt af stelpum. Þannig að það verður bara... Segðu mér eftir, þið eru búin að fara svo marga löfi, hvað er erfiðast í kaflinn? Hvað er svona, hvað ég segja, svona andlega erfiðast að takast á við hlaupið? Er það ekki bara eftir Red Bull stöðuna og síðasta spölinn eða þú veist allavega, já, síðasti kaflinn hefur allavega oftast reynst svona mest krefandi fyrst mér. Hann kom mér rosa óvart í fyrsta skipti að það væri ekki bara rauður dregill í mark frá þröngáni. Skóurinn er alveg drjúgur, sko. Já. Já, hann leynir á sér þegar maður er komin yfir ána. Myndi ég segja að það væri svona, það væri... Já, það er örugglega, svona, já, þyngsti andlegi parturinn. Það er svo stutt eftir en samt einhvern veginn, já, svo langt í skóginum einhvern veginn og í marki. Herru, frábært, ég segi bara gangi ykkur vel. Takk fyrir.